Í fyrra Þessalóníkubréfi 1. kafla vers 7-8 segir: Þannig eru þér orðnir fyrirmynd öllum trúuðum í Makedóníu og í Akeu. Frá yður hefur orð Drottins hljómað, ekki einungis í Makedóníu og Akeu, heldur trú yðar á Guð kunn orðin allstaðar. Mér þurfum ekki það að tala. Ef þú getur haft frelsandi áhrif á eina sál, skaltu muna að það gleði á himnum yfir þessum eina sem iðrast. Með vitulegri viðleitni getur þú verið tæki til að færa hinn týnda sauð aftur að sauðabyrgi Jesú. Þú verður að vinna með Kristi þótt þú sért ungur. Með anda hans í hjarta þínu getur þú gert miklu meira en þér virðist nú kleift að gera. Ef fordæmi þitt Kristi líkt, getur það eitt, án þess að þú segir orð, verið mörgum hjálp. Ef við í þolinmæði höldum áfram að gera gott, mun það hjálpa öðrum að ná fótfestu á vegi sannleikans og réttlætisins. Gæt þess vel að byrja rétt og halda síðan rólega áfram. Fastur ásetningur þinn við að framkvæma góða meginreglur mun hafa áhrif til að koma sálum á rétta leið. Það engin takmark fyrir því góða sem þú getur gert, ef þú gerir orð Guðs að reglu í lífi þínu. Stjórnar athöfnum þínum eftir fyrirmælum þess og gerir allan ásetning þinn og fyrirhöfn við að uppfylla skyldur þínar af blessun, mun góður árangur hljótast af viðleitni þinni. Þau ungmenni sem eru Guði helguð hafa voldug áhrif til góðs. Rosnir predikarar eða leikmenn geta ekki haft áhrif til góðs á æskuna að hálfu leiti á við það sem ungmenni geta haft á félaga sína ef þeir eru Guði helguð. Hinn þögli vitnisburður hinn sanna óeigingjarna guðlega lífs flytur með sér næstum ómótstæðilega áhrif. Hinn tilgerðarlausu, ómeðvituðu áhrif heilags lífs hinn mesta sannfærandi ræða sem hægt að flytja með málstað kristindómsins. Þegar Páll skrifar þetta þá kirkjan varla meira en 6 mánaða gömul og þó frá þeim þegar orð Drottins hljómaði til alls svæðisins í kringum þá dreifðist trú þeirra á Guð víða veröld og orðstýr trúar þeirra fór víða. Í 9. versi segir: Því að þeir segja sjálfir, á hvern hátt við komum til yðar og hvernig þér snéruð yður til Guðs. Það sýnir með hvaða krafti heilagur andi starfaði í Páli og þeim félögum þegar þeir komu til þessarar kirkju. Það var í raun kraftaverk að þessi kirkja skyldi vera svona áhrifarík og samt svo ung. Og það aðeins sagt að rekja þetta til þess að kraftur heilags anda í kirkjunni. Hvílík mistök gerum við í dag þegar við reynum að færa þennan kraft andans aðeins til daga Biblíunar. Hvílík mistök gerum við í dag þegar við leggjum ofur áherslu á orð visku mannsins og leitumst við að leiða fólk til trúar einungis með fínum ræðum og snjöllu tali. Við þurfum krafta andans til að orð Guðs komi ekki bara í orði, heldur í krafti og sönnum anda Guðs. Svo heldur 9. versið áfram og segir: Snéruð yður til Guðs frá skurgoðunum til þess að þjóna lifandi og sönnum Guði. Í Grikklandi höfðu þeir fært í Guðatölu allar tilfinningar mannsins. Guð kærleikans, Guð hatursins, Guð óttans, Guð friðarins, Guð gleðinar. Þeir gerðu Guð úr öllu og svo til að tryggja að enginn yrði útundan og til að tryggja að enginn Guð yrði reiður. Þá byggðu þeir altari fyrir óþekkta Guðinn svo að hann sé ekki vanræktur. En þeir tilbáðu Afrodítu, þeir tilbáðu Narkísos, þeir tilbáðu Bakkus, þeir tilbáðu Seif, öllin ýmsu skurgoð. En þetta fólk hafði snúið sér frá skurgoðunum til að tilbiðja hinn sanna og lifandi Guð. Við lítum venjulega skurgoðadýrkun sem eitthvað frá fyrri tíð eða eitthvað sem aðeins að finna í frumstæðu menningarheimum, en það ekki svo. Við getum jafnvel fundið skurgoð í kirkjum eins og myndir og styttur, þó það hafi verið sérstaklega bannað í ritningunum. Þá þetta samt til. Þegar einstaklingur byrjar að tilbiðja skurgoð eða minjar það merki að viðkomandi hafi mist sjónar á Guði og nærveru hans. Guð vinnur í gegnum krossin til að koma okkur til hjálpræðis, en síðan að taka brot af krossinum og byrja að virða það til tilbeiðslu
sýnir að fólki hefur glata sannleikanum á bak við krossin. Guð notaði koparormin í eyðimörkinni til að lækna Ísrael frá bitum þessara eitruðu snáka, en það kom að því í sögu Ísraels þegar Hiskía var konungur að þeir tilbáðu þennan eirorm. Þeir höfðu haldið honum hátt á lofti og hann var orðinn að trúar minjum og fólk kom og dýrkaði þennan koparsnák. Svo að Hiskía braut hann í sundur og sagði: Þetta er bara úr kopar, það er ekki Guð. En tilbeiðslan til hans benti til að ranghugmynda þeirra Guð og hver hann en einnig til djúparar löngunar þeirra til að upplifa Guð á ný. Skurðgoðin sem þeir höfðu gert af þessum ýmsum ástríðum eða þennum ýmsu tilfinningum eða ýmsum hugtökum voru heiðarlegri en fólk í dag, því að við höfum þetta oft enn sem skurðgoð í hjörtum okkar, þó að við höfum kannski ekki búið til eitthvað lítið form sem við setjum á borð og setjum lítinn blóm í kring og krjúpum fyrir hvern morgun og kveikjum á kertum fyrir hverja nótt. En við getum verið að brenna reykjelsi í hjörtum okkar. Það eru þeir í dag sem tilbiðja Narkísus. Það eru þeir í dag sem tilbiðja Afrodítu. Þeir í dag sem tilbiðja Bakkus. Þeir eiga bara ekki skurðgoð nema innra með sér í hjartanu. Nú hafa þeir snúið sér frá þessum skurðgoðum til hins sanna og lifandi Guðs, og eins og segir í versi 10: Og væntið nú sonar hans frá himnum, sem hann vakti upp frá dauðum. Jesú er frelsaross frá hinni komandi reiði.